Homman sem omistettiin auttoi tänään. Näin. Se onkin se. Tuossa alla nyt. Erakkaimille. Ja, det är rakt. Allt för det var. Att ringa vattnet. Ja. Ja. Mutta jos on släppa rinstihäntä, käydä häyhäntä. Ja. Här får vi ut och här får vi ut och här får vi ut. Det är inte vatten. Siinä on 3 för att köka. Henry, ertu að vinna með? Þá ætlum við að fara að byrja þetta og við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin til okkar hérna í SK Sigló. En tilefni þess að við erum hérna er að við erum að fara að opna nýja heimasíðu. Það er sú 4. í röðinni. En breytingin á milli síðna er svo að ljósmyndasafn Siglufjarðar er komið inn í þessa síðu. Í vor þá sem sagt þáði Steingrímur tilboð Rauðku að Rauðka tæki yfir SK Sigló og með það markmiði að koma ljósmyndunum á einn samastað og aðgengilega. Tilgangur síðunnar er að koma ljósmyndunum á vefinn, veraldavefinn, ásamt því að miðla svona upplýsingum úr bæjarlífinu og hérna og það. Nú Steingrímur, hann hefur staðið í þessu síðan, ég veit ekki hvenær þessu ljósmyndasíðu sínu. Hann byrjaði 98 með fyrsta vefinn sinn, ljósmyndasafn Steingríms. Og svo 2003 kom önnur útgáfa, 3. útgáfa 2007 og svo 4. í dag. Ég ætla að biðja hana Guðný, konu Steingríms, sem hefur nú þurft að þola margt í þessu brölti Steingríms gegnum árin, að mér skilst á henni. Ég kvart ekki sko. Að koma En þetta er satt hjá þau sko. Að koma hérna upp og opna vefinn fyrir okkur. Svo munum við bara fá okkur kaffi og allt bara meðan við skoðum vefinn á eftir, en í millitíðinni ætlar bæjarstjórinn okkar Þórir að fá að segja hérna nokkur orð. Guðný mín, þetta nú ekki koma og íta á taka. Nei. Hennan jävla í. Hér er við Má ég vera frek? Gjör svo. Takk fyrir kærlega. Svona, veit ekki, ég veit ekki það hún. En mér langar að láta þú vita það að þetta, við teljum þetta að vera afkvæmi okkar. Og nú er það að, eiginlega að yfirgefa heimilið þannig laga. Og við vorum búin að mikið að spökulega í því hvað yrði þetta þegar hann sitt upp.
hætti ég bara eftir með minningarnar. En nú er svo komið að við erum sæl og glöð því að þetta heldur áfram. Því að þegar hann fór út í þessa vefsíðu, já, þá var Siglufjörður, hann var ekki til. Siglfirðingar voru ekki til. Nema ef að eitthvað slæmt gerðist, þá komst fjörðurinn á kortið. En nú er bara dagstæðlega eintómar góðar fréttir af Siglufirði og íbúum þess. Og Jóna svo sannarlega að þetta haldi sínu striki. Komið öll sæl og blessuð til hamingju með daginn. Og kæri hjón, til hamingju með daginn bæði tvö. Þetta er stór stund og ég veit að þið eru búin að leggja mikla vinnu í þetta, bæði tvö. Bæjarstjórn var að velta fyrir sig hvað var hægt að gera í tilefni þessa og þá kom svo hugmynd upp að gamla lénið eða veffangið sem Siglufjarðarkaupstaður var með, siglo.is, væri mjög heppilegt undir þessa fréttasíðu og ljósmyndasafn Siglfirðinga, eða ljósmyndasafn Siglufjarðar. Og við höfum verið að vinna því að losa það. Það eru þarna nokkur félög þarna undir en SK Sigló ætlar að leyfa þeim aðilum að vera áfram þar til þeir eru búin að færa sig. Þannig að ég er hingað komin til að afhenda SK Sigló lénið siglo.is. Sjálfur er ég búin að fara inn á sksiglo.is, ég held bara í 10 ár, eða frá því þú opnaðir. Það er nokkuð sjálf. Og á meðan maður var búandi í Reykjavík og átti hús hér, þá fór maður alltaf okkur með einasta daginn á vefinn, aðra hvernig veðrið væri og hvað var að gerast. Og þetta bara tengir alla allstaðar í heiminum, hingað á þennan punkt, þessi við erum. Mér finnst það alveg frábært. Ég ætla bara að afhenda þeir benda hvern annan, ykkur tveim, komiði bara báðir. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir. Þú varðvitið þetta. Og til hamingju með verið. Já, við þökkum fjallarlið kærlega fyrir frábært lén sem siglo.is er. Og eigum við ekki bara að fá okkur kaffi og með því núna og svo förum við og ég sýni ykkur svona hvað hnapparnir þýða og förum í gegnum ljósmyndasafnið og eitthvað. Reynum að hafa gaman bara. Gjörðu þið svo vel. Hérna er mynd